Ég vil fá heimaleik á móti Keflavík í úrslitunum, hvernig bara leggst það í þig? Mjög vel, við svona vildum bara fyrst og fremst fá heimaleik, þannig að við fögnum því og bara erfiður andstæðingur sem við fáum þar. Mæta liður leikjadöluna, góðu möguleikar á að komast í undanúrslitin? Já, ég held samt að það sé bara svipaður og eins og móti öðrum móturum sko. Sjáum bara, það heldur stutt á milli í þessu, þannig að ég ekkert viss að sé eitthvað mikið meiri möguleiki í þessu. Það bara, við þurfum að mæta þessu menn og eiga toppleik og þá eru möguleikar á að komast í undanúrslit. Mæti Njarðvík og Kára, þetta hafa ekkert verið eitthvað rosalega auðveldir leikir? Nei, bara mjög erfiðir og Njarðvík eru þetta bara gott lið og mjög vel þjálfað með frábæra þjálfara. Kári, virkilega flott lið og öflugt og sprækt, bara skemmtilegu leikur og það var ekki auðveldur leikur og var aldrei að fara auðveldur. Þeir þurftu að eiga bara frekar oft dag til þess að það yrði. Þannig að ég held að næsti leikur verður ekkert auðveldar en hinnir. Hvernig var að mæta Káran í Akraneshöllinni? Það var bara stemning og skemmtilegt. Bara, eins og segi, flott lið og vel þjálfað og bara sprækir og hugrakir strákar í þessu liði. Þannig að bara skemmtilegu leikur og bara gaman að taka hennar leik. Stressaður þegar það var í vítaspyrnukeppninni? Nei, bara alls ekki. Bara mjög rólegur og naut þess og það er gaman að því. Menn tóku þetta, voruð þið eitthvað búin að æfa vítaspyrnunar fyrir að þið farið í keppnina? Nei, við vorum ekki búin að víta neitt og þá er þetta svona típist að það fari í vító og maður kannski átti auðvitað vona á því að klára hann leik fyrir vítakeppni, þannig að það sýnir að það má ekki gefa sér neitt en við vorum mjög öruggir og virkilega góða vítaspyrnur og við erum með góða spyrnumenn. Ég spyrja þú svona sumari heilt yfir hingað til, ertu ánægður með það? Heilt yfir þá get ég ekki sagt að ég sé ánægður með hvernig við spilað og ég held að enginn okkar sé það. Ég held að þetta er að þokast í rétta átt og ef það heldur áfram þá held ég að þegar þú spyrir mig næst að þá verði svarið annað. Þannig að svona umræðan í kringum Stjörnuliðið, hefur eitthvað fylgst með henni og hún hefur ekkert verið eitthvað sérstaklega jákvæð hingað til? Bara reyna að fylgjast ekkert með umræðu og er alveg sama hver umræðan er. Við höfum alveg nóg með að pæla í okkur sjálfum þó við séum ekki að pæla í hvað öðrum finnst. Svona eins og segir, finnst þetta að vera að þokast í rétta átt og þetta muni ganga betur kannski á næstu vikum? Já, ég held að og spilamennskan gefur allir kynna að þetta sé að fara rétt átt. Þannig að ég hef engar áhyggjur. Næsti leikur á móti Víkingum, hvernig leggst það í þig? Bara mjög vel, bara verður hörkuleikur og eiga að vera virkilega góðar aðstæður og held að það verður bara held ég frábær skemmtun. Svona, finnst þetta Víkingsliðið að hafa breyst eitthvað frá því í fyrra? Já, eitthvað aðeins, það verður einhverja mannabreytingar og þetta þjálfaraskipti. Það verður alltaf einhverja breytingar við það og ég held við munum sjá meiri breytingar eftir því sem maður líður á hvað það varðar. En ég held að Víkingur er samt með ákveðin strúktúr og svona en ég held að það sé klárlega þetta að segja breytingar, já. Hvernig er bara svona staðan á þínu liði fyrir leikinn? Bara frábær, mjög góð. Andri Adolfs fekk smá höfuhögg á móti Kára. Að öðru leyti held sé bara allir fitt. Bjartsýnn fyrir þennan hörkuleik? Já, ég er alltaf bjartsýnn og við mætum mjög bratti í þann leik. Takk fyrir að þú vilt að ganga vel.